Komiði sæl. Ég ætla að fara hérna aðeins yfir fáeina þætti sem að ég hef verið með í huga í sambandi við kosningarnar okkar. Fyrst og fremst að undra mig á því að það skuli enginn af flokkunum eða framboðslistunum koma nálægt því að líta á hvernig niðurstaða af þjóðarekstrinum kemur út hjá Hagstofu Íslands. Það er svolítið merkilegt vegna þess að Hagstofan á að halda utanum þjóðareksturinn okkar og sýna okkur á mjög fjölbreytilegan máta hvernig hinir ýmsu þættir þjóðlífsins koma út efnahagslega. Ég held að ég geti nánast verið viss það að flestir hugsa til þess í sambandi við einkalíf og rekstur fjölskyldu sinnar að afla nægra tekna fyrir þeim útgjöldum sem þarf að greiða. Þannig að það ætti ekki að vera flókið hugafarslega fyrir fólk að velta fyrir sér að þjóðin, alveg eins og heimilið, þarf að afla þeirra tekna sem eittir. Það er ekkert flókið. En af einhverjum ástæðum þá virðist vera að meginþorri þjóðarinnar hliðri sér hjá að horfast í augu við hvernig þeir fara með peningana og hversu vel þeir standa að því að afla tekna fyrir heildina til þess að það sé hægt að standa undir þeim útgjöldum sem þeir vilja fá. Ég ætla að bregða hérna upp á skjáinn mynd sem að sýnir okkur hvernig þjóðartekjur okkar hafa verið frá árinu 1901 til dagsins í dag. Þetta er yfirlit yfir þjóðartekjur, mannfjölda og meðalvext þjóðartekna á mann. Ég mæli með við skoðum þetta því að þegar við horfum á hérna stöðuna þá virðist vera að mestar þjóðartekjur sem að við höfum fengið frá 1901 til dagsins í dag hafi verið á stríðsárunum 1939 til 45. Þá fengum við mjög mikla þjóðartekjur og þjóðartekjur auksu verulega mikið á mann vegna þess að mannfjöldi óx lítið eins og við sjáum þarna á appelsínugulu súlunni. Þannig að við erum greinilega að fara mjög mikið aftur á bak í að afla þjóðartekna frá því sem að var áður en eða það leyti sem að við vorum að fæðast, þessi sem elst eru núna í aldurshópi þjóðfélagsþegna. En ef við horfum hins vegar á árin frá 1945 til 1980 þá eftir stríðið þá hrapa þjóðartekjurnar töluvert mikið. Það fer ekki fram hjá okkur að við höfðum mikla tekjur út úr því að hversu duglega vorum að koma fiski á markað og ég hef grunum að inn í þessari þjóðartekjusúlu sé líka Marshall-aðstoðin sem við fengum. Þannig að þjóðartekjurnar eftir stríðsárin aukast hægt og bítandi fram til 1980. Þá verða líka skil. Þá hrapa þjóðartekjur verulega niður. Það getur átt sér skýringu í því að þá voru tekin 2-0 á krónunni og gengið hækkað í raun og veru. Þess vegna minnki tekjurnar. En það líka kemur þarna inni að við förum að stýra fiskveiðum 1983. Þá teljum við okkur trúum það að við þurfum að fara að stýra fiskveiðum en þjóðartekjurnar vaksa örlítið til 1990 en frá 1990 til 1995 þá hrapa þær alveg verulega og það er akkurat á þessum tíma sem er verið að eyða út öllum vertíðabátum sem að sköpuðu framleiðslu í landinu og þar með verulega þjóðartekjur. Þetta er það sem að blessakvóta gerði fyrir okkur að það rændi okkur þarna mjög verulegum þjóðartekjum. Við sjáum að við fáum á árunum 95 til 2000 þá fáum við aukna sveiflu. Þarna erum við að byrja að veiða kolmuna og makríl og þokkalega gengi í loðnunni. Það er það sem að hendir upp þjóðartekjuna þarna. En eins og venjulega þá kunnum við okkur ekki hóf og við veiðum nytjastofna okkar til ólífis og það hrapar aftur. Árið 2000 til 2005 er mun minni tekjur og síðan fáum við árið frá 2005 til 2010 þá förum við niður úr öllu valdi og þá rýrna þjóðartekjur okkar alveg gífurlega.
og hafa verið að rýrna verulega síðan. Það er mjög athyglisvert að hafa þetta í huga þegar við lítum svo á næstu mynd sem kemur á eftir og setjiði á ykkur hvern þessi gangur er með tekjumyndunina og svo skulum við skoða næstu mynd. Hér sjáum við mynd sem að sýnir okkur hvernig vísitalan mælir. Annars vegar er appelsínugula línan, græna línan og bláa línan, dökkbláa línan sem að liggja þarna allar upp á við. Þetta eru vísitölurnar. Bláa línan er vísitala vergra þjóðatekna, græna línan er vísitala landsframleiðslu, appelsínugula línan er vísitala landsframleiðslu á mann. Þetta tímabil sem að þarna sýnir er frá 1945 eða frá stríðslokum og til ársloka 2011. Nú skulum við horfa á línurnar sem eru þarna niðri, rauðu og fjólubláu og ljósbláu. Þær eru allar nokkar samstíga, þær rísa ekki neitt. Þetta eru þjóðartekjurnar í magnbreytingu. Þegar við horfum á þetta, þá getum við séð smækkaða mynd af hinni myndinni sem við vorum að skoða áðan. Og ef við horfum lengst til hægri þá sjáum við að þarna 2007, 8, 9, 10 og 11 þá er akkurat þetta niðursveiflu sem við sáum í hinni myndinni að var í þjóðartekjunum. Þannig að samantekt þessari línu sjáum við raunveruleikan í ljósbláu línunni, fjólubláu og rauðu. Það er raunveruleik sem við erum að fást við. En hitt er vittleysan sem er í vísitölu grunninn. Vísitölu grunnurinn okkar hefur ekki frá stríðslokum sýnt okkur raunveruleikan í samband við þjóðfélagið. Þannig að þar sem að þjóðartekjur eru að hrapa hjá okkur, þá segir vísitalan að þessi að aukast. Þetta er stóra vandamálið sem að við erum að fást við í þjóðfélaginu í dag, að vísitölurnar okkar sem að stöðugt reikna hækkanir í öllum rekstrarumhverfi okkar, lánum, heimiliskostnaði og öllu saman, verðhækkanir og vöru og þjónustu. Þetta er allt reiknað á grundvelli vísitölunar sem að hækkar í hverju mánuði eins og þið þekkið og þess vegna erum við að fjarlægjast á alveg ógnarhraða burt frá raunveruleikann. Við erum að reikna okkur út til vítis, bara hreint og beint. Við eigum ekki smugu á því að geta haldið þessu áfram til einhverja framtíðar. Ég sé ekki betur en að þið ætli samt að láta þessa menn sem hefur búin að reikna okkur til fjandans með reksturinn og þjóðfélaginu okkar að þið ætla að láta það að halda áfram. Þannig að ég sé ekki að það sé neinn ástæða í sjálfu sér fyrir mig eða aðra sem eru að reyna að koma raunveruleikanum á framfæri að vera að eyða orku í það þegar að þjóðin er ákveðin í að láta ákveðinu að sigla samfélaginu bara út í eilíðina.